Ég þori ekki að spá, ég vonu Borgfirðingar með inni. Ljóngáðir menn á Báðastöðum. Á Báðastöðum, já. Já, það er munur. Hvernig? Ég veit ekki, öðruvísi, einhvern veginn. Er það öðruvísi? Samt, já. En út frá? Nei, hérna. Er það öðruvísi hérna? Já. Það eru vennilegir út frá. Þeir eru vennilegir út á Snæfellsnesi en svolítið öðruvísi hérna í Borgarfirðinum? Já. Við vinnum. Borgfirðingar vinna? Alveg örugglega. Já. Hvernig stendur á því? Þeir eru svo gáfaðir. Er þeir svo gáfaðir? En þú vilt endilega kalla þetta bara mýramenn? Já. Það er ekkert vafamál. Það er miðjan hérna í félagsinu? Já, það er nafnilega alheimsins. Nei, það er botninn. Við erum mikið ofar. Já, en það var ekki sagt þér að botninn væri upp í Borgarfirði? Það er náttúrulega satt. Annað hver bær svona erum það vilja fara í eiti. Finnst þér þetta slæmt? Já, náttúrulega við getum ekki öll enda sem skúringakellingar í Reykjavík. Þetta fyrir öðruvísi en ætlað er. Ég ætlaði þarna inn andyrið sem liggur upp að samkomusalnum, en það var ekki nokkur leið að komast inn, það var alveg stappað fólki. Þeir segja að þetta sé alveg met aðsókn, það hefði aldrei sést annars fjöldi hér. En það virðist vera gífurlegur áhugi fyrir að sjá hvernig heimamönnum gengur að glíma við gestina Snæfellinga. Svo ég verð bara að beita þessu, ég fer bara þá hér inn hótelmegin og reyni að smeygja mér inn í gegnum eldhúsið hjá stelpunum. Hvað heldurðu? Halló stelpur. Gott kvöld og velkomin í Hótel Borgarnes. Það er að vísu varla allir inni sem vildu hafa komið hingað inn, en við reynum samt að gera gott úr öllu þó að þetta hús sé allt og lítið. Nú ætlum við að fá hingað gesti til þess að keppa við heimamenn, en hér eru mættir til leiks dómari Baldur Hermannsson og stigagjöf er Heiður Ósk Helgadóttir með. Það eru Snæfellingar sem að sækja Borgfirðinga heim og það er gaman að heyra nöfnin og heimilisvöng. Það er Erlendur Halldórsson í Dal. Kristín Torfarsjús, Staðastað. Pálmi Frímannsson frá Stykkishólmi. Nú og þá voru það heimamenn. Björn Þór Björnsson, Borgarnesi. Ég heiti Harpa Hreinsdóttir frá Akranesi. Pétur Oddsson, Varmalandi. Það er greinilegt að þið eru á heimavelli og sjaldgæft að heyra svona vel klappa fyrir Akurnesingum meira segja. Nú er allur gamli rígurinn lagður til hliðar, er það ekki, hjá ykkur hérna? Nú, og við höfum hagyrðinga hér eins og venjulega og það er gesturinn, hver er hann? Já, Helgi Kristjánsson, Ólafsvík. Og fyrir hand heimamanna? Sveinbjörn Bendriðsson, Dragalusi. Og hafið þið ekki eitthvað að segja svona í upphafi ferðar? Já, ég kom svona aðeins í réttarstemning á þegar ég leiti yfir alla hópinn. Hér og nú mun hentugt að hætta þessu slóri. Ómar drífur alltaf stað eins og réttarstjóri. Held ég engin sæla sé svörin stygg að elta. Stundum vantar vísna fé, við eigum þá að gelta. Já, þá geltir Helgi. Já, ég er hérna með ástabréf merkt X til Heiðar Óskar. Ég er hálgerð hryggðarmynd og heldur lastagreiður, málaði yfir mína synd, mjúkum lófa heiður. Einn til félaga míns.
Ég hef ekki kall og kjól, kenni ljóða doðans, harla glaður skríð í skjól, skeggjaða aðal goðans. Jæja, þá látum við því lokið í bili og hefjum nú leikinn sjálfan og það var búið að draga það hverjir ætti að byrja á hraðspurningum og það eru Snæfellingar sem byrja og það eru 5 sekúndur og 3 sekúndur ef að hinir taka spurninguna af ykkur og nú byrjar hasarinn og það var að fyrsta spurning: hvaða íþróttagrein bjargaði lífi bræðranna Björns og Grímketils Harðarssona? Sund, það er alveg hárrétt. Það var móðir þeirra Helga Haraldsdóttir sem bjargaði lífi þeirra með því að synda með þá í land í Hvalfirði. Þá kemur önnur spurning: hvaða listgrein varð Amadeo Modigliani frægur fyrir? 3, 2. Ekki kom það, þá eiga Borgfirðingarleikinn. Myndhöggvari. Það er myndlist, það er alveg hárrétt. Listrænun harpa. Og þá er það þriðja spurningin. Ýmislegt hefur nú verið að gerast í Sjálfstæðisgreinafélaginu Hvöt í Reykjavík og konur hafa sagt sig úr því einhverjar. En hvað hét karlmaðurinn sem að sótt inngöngu í félagið fyrir áratug og fékk ekki? 3, 4. Ekki kom það. Hvað segja Borgfirðingar um það? Hjalti Kristgeirsson. Nei, það var nú ekki hann. Þetta var Albert Guðmundsson. Og þá var orð hans Skúli og beint inn í Hvötin í Hopsa sagði tröðalega. Nú jæja, þá kemur fjórða spurning: hvaða leikkona fór með aðalhlutverk í myndinni Tattóveraða rósan, The Rose Tattoo? 4. Ekki náðist það. 2, 3. Það var Anna Magnani. Nú, þá kemur 5. spurning. Fyrir 10 árum varð kornungur afreksmaður heimsmeistari unglinga í skák. Hvað heitir hann? 3, 4. Ekki kom það. Jón L. Árnason. Jón L. Árnason, segir hann. Jæja, 7. spurning. Hver hljóp allsber götur Sýrakúsu og æpti hástöfum Evreka, Evreka? 4. 3, 1, 2. Æjæjæjæj, þetta var að koma, en það náðist ekki, það var Arkímedes. Þú varst með eitthvað A? Það myndi að var eitthvað A, það var bara ekki nóg. A. Já, það er ekki nóg að segja þetta er Arkímedes. Jæja, 7. spurning. Haustið 1938 kom upphafsmaður skátarhreyfingarinnar í stutta heimsókn til Reykjavíkur. Hvað hét hann? Baden-Powell. Baden-Powell, alveg hárrétt. Og við spyrjum núna í 8. spurningu: hvaða apategundir lifir á Borneo og Súmötru og ber nafn sem að máli frumbyggjana þýðir skógarmaður? Órangútan. Órangútan, alveg rétt. Og þá spyrjum við næst: hvað eru margar vetnisfrumeindir eða atóm í einni vatnssameind? 2. 2, það er alveg rétt. Á 2 á móti einni súrefnisfrumeind. Og þá kemur 10. spurningin: eftir hvern og hvað fjallar kvæði sem endar á þessari hendingu: en anda sem unnast fær aldrei í eilífð að skilið? Ástina. Ástina, já. Jónas Hallgrímsson. Eitthvað fleiri upplýsingar? Höfundun og Þórun. Þórun, já. Það látum við alveg rétt heita. Þetta var Skinna þeirra. Þetta eru kvæðinu ferðalokum. Jæja, þá er komið að ykkur, Borgfirðingar góðir. Og nú getið þið stólið þarna norður og vestur yfir Hítará. Þá kemur fyrsta spurning: hvar herma sagnir að Bárður Dumbsson hafi að lokum tekið sér endanlega bólfestu? Í Snæfellsjökli. Í Snæfellsjökli, það er rétt.
Önnur spurning, fyrir hvaða listgrein er Henry James kunnastur? Hann var skáld, ljóskáld, eða skáld. Hann var skáld, það er alveg rétt. Fyrir 10 árum var frumsýnd fyrsta leikna íslenska litkvikmyndin. Hvað hét hún? Já. Morðsaga. Morðsaga, það er alveg harður. Fjórða spurning, hver var hinn margfróði kennari Alexanders mikla? Fjórar. Aristóteles. Of sein. Það var Aristóteles. Það var Aristóteles, þá náði hún það. Þetta munaði aðeins auksina bliki. Já, þú voru bara að slá á hörpuna. Þá kemur 5. Árið 1976 herjaði bíræfinn þjófur á svefnuga Reykvíkinga og hlaut í fjölmiðlum nafn ákveðins landnámsmanns. Hvað var svo þjófur kallaður? Náttfari. Náttfari, alveg rétt. Og þá kemur 7. spurning, hvaða leikkona fór með aðalhlutverk í myndinni Kabarett? Lísa Minnelli. Já, Liza Minnelli, það er alveg rétt. 7. spurning, hver var leiðtogi hinna rauðu Khmera þegar þeir náðu Kambútsíu á sitt vald? Pol Pot. Pol Pot, alveg rétt. 8. spurning, hvaða spendýrstegund getur flogið fyrir eigin vöðvaafli án nokkurs tækjabúnaðar? Leðurblaka. Leðurblaka, það er alveg harður. Þetta er lítið tími sem við hafið, það er átt góða samvinnu. Þá kemur 9. spurning, orðið hex eða hexa merkir galdranorn á okkar grandtungum, en við spyrjum hvaða tölu táknar forskeytið hexa á máli efnafræðinnar? 100. Það er ekki rétt, eru þið með þetta? 3 sekúndur. 12. Nei, þið voru að nálgast það, þetta var 6. Það var komin halvaleg hérna niður. Jæja, og þá kemur 10. spurning. Og það er ljóð eins og áðan, eftir hvern og hvað fjallar kvæðið sem endar á þessari hendingu og það voru hljóðir hógværir menn sem héldu til Reykjavíkur. Þetta er úr Messun og Mosell eftir Einar Benediktsson. Fjallar það þegar að hefðamenn heimsóttu Klerk þangað. Já, þetta er alveg alrétt. Þá er komið að tvískiptu myndunum og það eru þá Snæfellingar sem byrja. 2 andlit sem fá góða þögn í salinn svo við virðum bara öll þetta mjög vel fyrir okkur sjálf, hvert í sínu lagi. Það fyrst von bráðar, þetta kemur það. Þögn í salnum, algjör að þögn í salnum. Já. Vegum við ekki hafa hann lengur? Já, þetta er bara. Nei, ég þá ekki hafa hann lengur, alveg. Það er langað til að hafa hann lengur, já. Hvaða nöfn er þetta? Snögga þessu, annars missið að þessu. Gískandi. Alveg eins og skot, annars fá þau það hinn. Var það Karvel? Nei, Já, við erum með þessu... Stengrimur neðri maðurinn. Stengrimur neðri maðurinn og efri... Nei, Sturlaböður. Við getum ekki gefið meiri tíma fyrir þetta. Hafið þið eitthvað til volun að leggja? Þetta var líka rámt. Þetta er Guðrún Agnarsdóttir, efri hlutinn. Já. Svo neðri. Já, ekkert skoti á það. En þetta er 1 stig sem þið fáið fyrir þetta. Þetta var Guðrún Agnarsdóttir og Davíð Skeving Þorsteinsson. Við þurfum að sjá þetta aftur. Og þarna sjáum við Davíð Skeving, sko. Og svo Guðrúna væntanlega. Dregur pilsið þetta niður. Jæja, þá er það komið að ykkur bálfyrringar að sjá tvöfaldamynd, 2 andlit og það var gott hljóð í salnum.
Já, það 5 sekúndur eftir að myndin fór. Birgir Ísleifur Gunnarsson og Hannes Hafstein hjá Slysavarnafélaginu. Nei, það er ekki rétt því þið möguleika. Það er Thorvaldsson. Gunnar Thorvaldsson segir þau, það er 1 stig á gott aðila. Það kom hana. Og við skulum sjá stöðuna, Heiður Ósk. Já, Snæfellingar eru með 6 stig en Borgfirðingar 12. Nú, Helgi er komið þarna með eitthvað í pokahotninu. Ómar leiðréttingarna. Hvað segirðu? Þetta var vitlaust hjá mér, ég Já, bara hún byrja þessu endur aftur. Já, Snæfellingar eru konum með 7 stig en Borgfirðingar 12. Nú sé ég að Helgi er komið með eitthvað fram á varirnar. Já, það er nú fyrst til þín. Orðgunótt þín er engu lík, opinn mælsku ljóri. Ætturðu heima í Jólasvík, yrðurðu bæjarstjóri. Það er nú dálítið ömurlegt að vera bæjarstjóri og hafa enga meirihluta baki sig. Hann kemur strax. Já. Og svo til félaga minna hérna á Pínubekknum. Já. Þið skuluð ekki vera í vörn, vegið djapt og skerið, eins og gæti Axlar Björn ættfaðirinn verið. Nú, jæja, þú varst þarna með vísu til hennar Heiðar, var það ekki, áðan? Hún strauk þér svo fallega. Ástarbréf með eitt X. Þetta var ástarbréf. Já, það er nú eiginlega komið mál til að svar komi til þeirra sem að yrkja til hennar og þið hérna á Snæfellsnetinu viti það að það er oft erfitt að komast þessa fjallvegi og þegar að slíkt er að það má kannski orða það svo: farar tálmi tíðin er, tækifærin glatast, að komast yfir heiði hér hefur mörgum fatast. Nú jæja, eru menn þá tilbúnir í hlaupaspurningarnar? Allsherjar boðin býður og færis. Nú, og hérna er, já. Og þá er það bjallan hérna og þið vitið að taka utan á hvítabandi, sá sem er fyrir að taka utan á það. Það skemmtilega gerðist þetta í síðasta þætti að menn voru svo æstir þá að það kom fyrir að þið tóku bara utan á bjalluna hér og í því tilfelli þá hefði bara hinn geta komið rólegur og tekið utan á hvítabandi og þetta ég á að svara. Nú verður gaman að fylgjast með spretthlaupum manna hér. Þið búin að taka tyggjóin undan skónum og allt tilbúin. Þú varst þarna með vísu til hennar Heiðar, var það ekki, áðan? Hún strauk þér svo fallega. Ástarbréf með eitt X. Þetta var ástarbréf. Já, það er nú eiginlega komið mál til að svar komi til þeirra sem að yrkja til hennar og þið hérna á Snæfellsnetinu viti það að það er oft erfitt að komast þessa fjallvegi og þegar að slíkt er að það má kannski orða það svo: farar tálmi tíðin er, tækifærin glatast, að komast yfir heiði hér hefur mörgum fatast. Nú jæja, eru menn þá tilbúnir í hlaupaspurningarnar? Allsherjar boðin býður og færis. Nú, og hérna er, já. Og þá er það bjallan hérna og þið vitið að taka utan á hvítabandi, sá sem er fyrir að taka utan á það. Það skemmtilega gerðist þetta í síðasta þætti að menn voru svo æstir þá að það kom fyrir að þið tóku bara utan á bjalluna hér og í því tilfelli þá hefði bara hinn geta komið rólegur og tekið utan á hvítabandi og þetta ég á að svara. Nú verður gaman að fylgjast með spretthlaupum manna hér. Þið búin að taka tyggjóin undan skónum og allt tilbúið. Nú þá spyrjum við fyrst, við spyrjum mætan mann sem vildi heldur þjóna Guði en veröldinni. Hann þótti engar liðugur í frásögnum og fylginn sér og það reyndi ofta þann eiginleika þegar drottinn tók upp á því að skáka honum niður hjá vondu fólki. Árni Þórðarsson. Já, þetta var Árni Þórðarsson segir hann, það má ekki kalla á salnum, að það kalla á frá borðinu. Nú reynir á dómaraborð. Hann er hársbreytinni frá þessu í þessu tilfelli að láta hann sleppa með þetta. Með áminningu. Þetta er svo óskaplega spenna sko. Þetta munnaði ekki nema þetta já, aðeins. Jæja,
Þá spyrjum við ákveði fyrirbrigði sem á engan sinn líka á Suðurlandi, einn sinn líka á Austurlandi og einn sinn líka á Norðurlandi. Þetta fyrirbrigði kostar 1,5 milljarð króna. Það að vísu aðeins draumsýn en myndi stytta leiðina héðan til Reykjavíkur 45 kílómetra. Þetta... Jarðgöng. Hvar? Þetta eru óneitanlega jarðgöng. Já, þetta. Hann fær gula spjaldið. Hann fær stig fyrir þetta. Já, fær stig fyrir þetta. Þetta er jarðgöngin, já. Þetta er alveg. Þetta fyrirbrigði jarðgöng. Strákagöngi fyrir norðan, Oddsskarðsgöngi fyrir austan, jarðgöngi til Hvalfjarðar auðvitað. Það er það sem aðalega lengi leið ykkar hérna suður. Nú þá kemur þriðja spurning. Við spyrjum mann. Maður sá sem spurt var prestlærður eins og Árni Þórarinsson, en það varð hlutskipti hans að sinna öðrum störfum. Hann fæddist 13. maí árið 1894. Hann hófst til hárrar vegsemdar, en hafði áður þurft að berjast til frama eins og aðrir stjórnmálamenn. Hann leit fyrst dagsins ljós á bænum Kóranesi. Hann... Já. Ásgeir Ásgeirsson sem var forseti Íslands. Alveg rétt. Nú spyrjum við að lokum enn mann. Hann er fæddur í febrúarmánuði 1923 og í þeim sama mánuði 57 árum síðar urðu merkileg þáttaskil í lífi hans. Það var snemma hlutskipti hans að standa vörð lög og rétt. Það er ekkert annað. Nei, það er nú ekki alveg rétt. Og nú verður að setjast aftur og mátt ekki hlaupa fyrir og hefur sest. Hann var útnefndur heiðursfélagi í lögreglustjórafélagi Connecticut ríkis í Bandaríkjunum. Söngmaður er hann eins og aðrir leikbræður. Hann hefur hlotið ýmsa upphefð dagana. Hann býtur nú við. Guðjón Þórðarsson og það var rétt að vera. Jæja, Heiður Ósk. Er ein eftir? Nú 4. Nú. Þá kemur síðasta spurningi. Ég hljóp yfir eina, ég fann að hlaupa eins og þið. Við spyrjum þekkta mann sem eitt sinn bauð sig fram í kosningum vestanhafs en hafði ekki erindi sem erfiði. Þessi maður hefur við ýmist tækifæri sýnt Íslendingum mikinn áhuga en fremur litla vinsemd. Hann var svo sem engin sjóliðsforingi en þó hefur honum auðnast að láta menn sína sökkva 2 skipum fyrir Íslendingum. Hann er forsprakki... Bara er róligheitunum, já. Já, það ekki. Paul Watson. Paul Watson, það var alveg harrið. Sildir þetta rólega með hvalbátshraða, þurfti ekki neitt. Og þá er aðeins að sjá hvernig staðan er. Já, heimamenn hafa enn forskotið með 15 stig en Snæfellinga með 9. Hafið þið eitthvað þetta að segja Hagaríka núna eða segið þið bara pass? Það var svona komin að vísa þarna sem að varðina með ráðinu framhald af því sem að við vorum að yrkjum hana heiði. Já. Þegar ljósið logar glatt, ljóða brekkur lína, nú finnst mér það segja satt sól í heiði skína. Já, hún ætlar að fá marga vísu hér í kvöld og þá er komið leikhlé eða hálfleikur og við fáum hér skemmtiatriði frá Snæfellingum. Þeir koma frá Stykkishólmi, Njáll Þorgeirsson og Bjarni Lárentínsson. Þeir syngja hér tvísöng við undirleik Erlendar Jónssonar og lagið sem þeir syngja er Þú varst mitt blóm, lagið eftir Jón Björnsson en ljóðið eftir Davíð Stefánsson. Gjörðu þið svo vel. Nú finn ég ánga löngu breið
Þá fáum við skemmtiatriði frá heimamönnum. Það er Kristján Elís Jónasson sem syngur við undirleik Fríðu Lárusdóttur söngu Kvöldstjörnunar úr óperunni Tannhäuser eftir Wagner. Gjörðu svo vel.
Og þá höldum við áfram kannski að hagyrðingar vorir hafi nú eitthvað mál að segja eins og þau hafa skipast. Já, nú veginn bara, kalt oft á keppnisþingum kannski helst á milli vina. Egill berst með Borgfirðingum, Bárður gamli styður hina. Nú vil þetta færum ljósaganginn. Já. Ómarskilið ættir hós. Þetta marskilið segi gaman. Næstum eins og norðurljós, nú hann í framann. Langt og víða leiftrinn sín. Lætur Ómar skarta, máninn hátt á himni skín, höfuð príðin bjarta. Ég get svaraði bara strax vegna þess að ég var bara að klambra þetta saman síðan áðan. Viðfangsefni vísna kalla vantar oft í bragi snjalla. Ef ég hefði ekki skalla hvað myndu þið þá fjalla? Jæja Helgi, þú hefur eitthvað líka? Já, það er þetta með heiðarnar. Já. Þjóðin veit að þú kemst alltaf yfir heiðarnar, fljúandi eða jafnvel á ralli, svo það er best þú hafir þetta. Þræðir landið þrjóturinn, þannig blandast liturinn, hann er svo fjandi framdrifinn fyrrverandi rauðhausinn. Já. Já, bara svona, íðuna. Ómar svarar oftast fljótt, enda skilningsbráður, ruglaður eftir ljóðið ljótt, lítið meir en áður. Þetta rennur alveg upp. Jæja, en eigum við ekki að fara aðeins að keppa og þið komið svo til leiks aftur. Þið erum búin að átta okkur á hvað er að gerast. Frekar, nú fer að draga hér til tíðinda og það eru Borgfirðingar sem nú hafa dregið að byrja. Þeir fá 10 sekúndur fyrir fyrstu spurningu því að það þarf svo lítið að hugsa þar með exi jafnvel. Og hún er svona, og 2 stig núna fyrir hverja spurningu, þær eru svolítið þungar. Hvað átti þetta fólk sameiginlegt? Ludwig van Beethoven, Homer, Franklin Delano Roosevelt, Sarah Bernhardt, Órækja Snorrason og Þórarinn Nevjólfsson. Og nú byrja ég að telja. 2, 3, 4. Þeir eru fatlaðir, áttum við ekki að segja? Allt saman fatlaði að bækla fólk, þetta er alveg hárrétt. Þú munaði til tanni á Þórarni Nevjólfssoni. Sarah Bernhardt átti líka við föllun að stríða og Órækja Snorrason, allir vita hvernig það farið með hann. Franklin Delano Roosevelt var fatlaður eða fekk mænuveiki og Ludwig van Beethoven var heyrnarlaus og Homer blindur. Svona náður þessu alveg leið, þetta var mjög fljótt hjá þeim. Þá komum við að leiður á dagblaðana, nú er bara 5 sekúndur. Leiðar á dagblaðana þykja almennt engin skemmtilesning en sú var tíðin að ritstjórar fóru á kostum í blöðu sínum. Eitt þeirra birti í blaði sínu Baldri, svo nefndan Íslendingabrag árið 1870 og þar eru Danir kallaðir hinn arma þursa þjóð og þeir Íslendingar sem Dönum fylgja eru kallaðir fólar sem frelsi vort svíkja og flýja í lið með nýðinga fanns. Og bragurinn allir miklu fjadrafólki þegar hann birtist. Hver var hinn skelleiki ritstjóri? Jón Ólafsson. Jón Ólafsson segir Harpa og það er alveg harður. Og þá kemur 3. spurning. Hve marga metra fer hljóðið á 1 sekúndu? 384 metra. 384 sagði, það er ekki, þú fatt ekki að stiga bjölluna, en það er ekki rétt og nú er þið 3 sekúndur. 1, 2. Það kom heldur ekki, það er svona 330 til 340, við hefum gefið rétt fyrir eitthvað þegar við byrjum það er 332 metrar við 0 stig. Jæja,
Við höldum það áfram. Fjórða spurning, hvað hugðist Guy Fawkes gera þann 5. nóvember 1605? Sprengja breska þinghúsið. Sprengja breska þinghúsið með kongi og öllu saman. Þetta er alveg hárrétt. Þá kemur síðasta hraðspurningi til ykkar. Hvað hét sá garpur sem var glímukappi Íslands 1932 og 33 og svo aftur 1938? Já. Hallgrim, nei. Lárus Salmonsson. Lárus Salmonsson var rétt, hafði það. Þetta var alveg óskaplega tæft. Það munaði engu þarna nánast. Jæja, Snæfellingar, þá er komið leikurinn til ykkar. Og nú fáum við 10 sekúndur að svipu spurningar svo til þeirra áðum. Við spyrjum hvað þessi menn áttu sameiginlegt. Sir Thomas More, Sir Walter Raleigh, Oliver Cromwell, Þorgeir Hávarsson og Grettir Ásmundarsson. Og ég byrja að telja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bardagamenn allt. Ekki, það er sterkir. Það er ekki rétt. Og þá eigið þið, getið þið gripið þetta? Þeir voru drepnir. Já, það er ekki alveg. Þeir voru allir afhausaðir og hausarnir geymdir. Það var nú það sem var. Þeir dóu náttúrulega allir. Svo það fara 2 stig fyrir þetta, Baldur. Í hvaða blaði birtist þessi kviðlingur árið 1888? Volaða land, horsælu, hérvistar slóðir, húsgangsins, trúfasta móðir, volaða land. 3, 4. Þjóðólfur. Nei, það er nú ekki rétt. Hafið þið þetta? 3 sekúndur. Eimreiðin. Ekki Eimreiðin, nei, það var Lögberg, blað Íslendinga í Winnipeg. Þetta var nú kannski svolítið erfitt. En það er þingjast núna, sko. Og þá kemur þriðja spurning til ykkar. Hve marga kílómetra fer ljósið á 1 sekúndu? 300.000. 300.000, það er alveg í lagi. 299.799. Þá kemur fjórða spurning, hver stjórnaði uppreisn kósaka gegn rússneska keisaranum árið 1671? Stenka Rassen. Stenka Rassen, segir hún, og það er alveg rétt. Og þá kemur 5. spurningi hjá ykkur. Við hvaða þjóð léku Íslendingar eftirminnilega landsleik í knattspyrnu 29. júní 1951 og hver skoraði mörk íslenska liðsins og hvernig lyktaði leiknum? Já, 14-2. Ekki kom það, vitlaus markatala, þið 3 sekúndur. Ríkari skoraði, við erum klárað því. Já. En markatalan 3-2. Það munaði 1-4-3 og Ríkari skoraði öll mörkin. Jæja, en það var góð tilraun sem við áttu þarna. Og þá er heiður ósk að sjá stöðuna núna. Já, nú munar 10 stigum á liðunum. Heimamenn eru ennþá yfir með 23 stig en Snæfellingar með 13. Nó, áður en að við förum í loka sprettina sem eru jafnvel 5 stig í pottinum í hverri spurningu, þá er Helgi kannski með eitthvað af það? Já, mér eiginlega líst ekki á blikuna. Við vissum allt órangútan, ekki var það mikill galdur, en heldur finnst mér hallast skútan, hjálpað okkur góði Baldur. Hjálpað okkur góði Baldur, já. Jæja, og þá er sem sagt komið að loka. Þarna fekk Baldur eina. Þetta er alveg hreint skotriðin stendur hjá okkur. Þú með eitthvað, Sveinbjörn, áður en við höldum í loka slaginn? Nei, það er svona eiginlega spurning. Helgi hlýtur að vita þetta. Það er spurning á? Já, Snæfellsk sést hér snilli oft. Snýst þó flest í vanda. Sækjaðu vestur í Svörtuloft sína bestu anda. Jæja, og nú er það að vera með spurninguna alveg á réttu róli og bara einu sinni sem hvort liði má reyna að svara, það er bjallan sem gildir núna. Og það er ég er.
Árið 1756 var mér þannig lýst af yfirvöldum að ég væri smár vexti með mjóa höku og lítið skarð í hökunni, hálsgildur með litla vörtu neðarlega á kinnbeini. Einu sinni reyndu 30 Reykvíkingar að hafa hendur í hári mínu. Arnes Pálsson, útilegu þjófur, þetta var alveg rétt á stafningum. Og þeir fengu 4 stig fyrir þetta. Þetta var á ykkar heimavelli, Borgfirðingar, því að Arnes þessi leitaði að sjálfum sér í Akrafjalli með góðum árangri, þar að segja hann komst undan fyrir bræðu, blandaði sér í leitalið. Já, þetta er að koma að því. Jæja, þá kemur önnur spurning. Skoðanakönnun leiddi í ljós þá hlálegu staðreind að meir en helmingur allra kvenna í heimalandi mínu vildi heldur fremja sjálfsmorð en giftast mér. Einn af þeim skilmálum sem ég setti konu minni var sá að hún truflaði mig ekki við ritstörf mín. Ég varð heimsfrægur á bókum mínum. Strindberg. Þetta er ekki rétt og nú eiga Borgfirðingar möguleika á 3 til engu. Já, nokkrar þeirra, þar að segja bækurnar mínar, myndar ritröð sem kalla mætti á íslensku Haf frjóseminnar og fjallar mann sem endurfæðist nokkrum sinnum. Ég hafði einarðlega stjórnmálaskoðanir og þegar mér var ekki óskminni framdi ég kviðristu. Ein bóka minna heitir Sjóarinn sem hafið hafnaði. Ég þótti einn af fremstum rithöfundum Japans og hefði kannski hlotið Nóbelsverðlaun hefði ég kosið að lifa lengur. Nei, það er komin niður 0, þetta var Yukio Mishima og þá alveg hitt grettaði þessu alveg svakalega. Þeir eru röngum þætti, það er Hemmi Gunnsson með þetta. Jæja, þarna sluppu Snæfellingar með skrekkin, að Borgfirðingar náðu þarna ekki neina af þeim. Þá kemur enn spurning. Ég var kona. Faðir minn var þýskur auðkynningur sem hét Emil Jelinek. Hann var mikill áhugamaður tæknilega framfarir og styrkti landar sinn sem veitti forstöðu iðnfyrirtækinu til þess að hanna og setja á markað endurbætta framleiðsluvöru. Mercedes-Benz. Mercedes hét hún og það er alveg hárrétt. Áttu kannski Benz? Volvo, hann er ekkert verri. Volvo, hann er ekkert verri, sagði hann. Það er eins gott að hann ekki þjóðverið hér í salnum. Jæja. Þau fengu 4 stig fyrir þetta, það er ekkert annað. Svo þið rullið eins og Volvo heitir vist á frummálinu, það rulla. Jæja, en það er ennþá 10 stig í pottinum. Og hér kemur enn, ég var kona. Viðurnefni mitt þótti fullgott handa svo lágt settri konu sem ég var. En nú orðið finnst þetta viðurnefni heldur ófínt, því að það tengist að hálfu leyti mengun í hafi. Þetta er brák. Þetta er brák og alveg brák. Þetta er í annað sinn í þessu þáttum sem að lið fær 5 stig. 5 stig þetta fyrir þetta. Jæja, og þá fer nú að síga að endanum á þessu, en enn er lýsing. Mér var þannig lýst að ég hefði stóran haus, mikinn kjaft, þetta er ekki ég sko, og 4 framtennur hvassar, eyrun slapandi, 6 stórar klær á hverjum fæti. Andrés bóndi vildi kýrverð fyrir að hafa lagt sig fram að sálga mér, en því undu aðrir bændur illa sem vonlegt var, því að mér varð ekki í hel komið. Ég brást þannig við byssuskotum að ég sópaði hal. Katan er stýrið. Katan er stýrið, það er alveg hárrétt.
hér eru úrslitin ráðin. Jæja, viljið þið kannski að þið verið klöppuð upp og við höldum áfram að jafn lengi aftur. Það getur nú farið að kannski að sveiflast í ýmsar áttir, en Heiður Ósk, úrslitin. Já, það er alveg greinilegt að heimamenn unnu hér í kvöld með 34 stigum gegn 17 hjá Snæfellingum. Og það er sama klappið sem fyrr. En við látum nú Hagyrðingana eiga hér síðasta orðið áður en verðlaunaafhending fer fram. Það er best að sitja í sátt, síst að neinu hrapa og að næði engri átt að við skildum tapa. Það er Snæfellingurinn og þá er það Borgfirðingurinn. Já, en var stríð og utan sátta og tíðin mikla var farið síðan heim að hátta hvað sem býður ykkar þar. Þetta voru listasmíðar hjá Hagyrðingum vorum og við erum reynslunni ríkari eftir þetta hjá Þingeyingum og Eyfirðingum að við afhendum auðvitað verðlaun svo að börnin verði ánægð og það eru þau stærri sem fara náttúrulega fyrst hérna yfir til Snæfellinga. Nú það var eins og sagt var fyrir norðan í svipari keppni, það var Eyvi menn að etja eða eigum við að segja konur og ég þakka ykkur kærlega fyrir þáttökuna. Borgfirðingar, þetta var glæsileg frammistaða og njótið heil. Það var hér sungið hörpuljóð hjá ykkur. Þið munum væntanlega að öllum líkindum keppa síðar við þá sem sigra í viðureign Kjalnesinga og Suðurnesja búa. Þó er það ekki alveg víst fyrir eftir öðrum úrslitum. En næsta keppni verður á Akureyri og þar heyja sitt stríð Akureyringar og Reykvíkingar. Ég þakka öllum sem hingað komið þessum fjölmörgu og þeir sem gerðu þennan þátt mögulegan. Verið sæl og Jæja, ekki rosalega endast með tókuðu.